120 skip voru kyrrsett eftir að í ljós kom að björgunarbúnaður virkaði ekki sem skyldi. Formaður Smábátafélags Hafnarfjarðar segir mjög alvarlegt ef ekki er hægt að treysta á búnaðinn. Þeim sem fá örorku eða endurhæfingarlífeyri hefur fjölgað fjórðung á 10 árum. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að grípa snemminn í veikindi fólks til að auðvelda því að snúa aftur til vinnu. Bandaríkjaforseti segir að kannski eigi sjónvarpsstöðvar sem tali gegn honum að missa útsendingarleyfið. Brottrekstur spjallþáttastjórnandans Jimmy Kimmel hefur vakið harða gagnrýni starfsbræður hans. Umsækjendur alþjóðlega vernd hafa minni aðgang að lögfræðiþjónustu en áður. Óprúttnir aðilar sjá sér leik á borði og selja þeim vafasamar upplýsingar. Þeir Sebastian, Róbert og Sæmundur flokka rusl allan sólarhringinn og þurfa engar kaffipásur. Þeir eru nýir gervigreinda starfskraftar hjá Íslenska gámafélaginu. Gott kvöld. Samgöngustofa hefur kyrrsett 120 skip og báta því óvíst er hvort björgunarbúnaður þeirra sé í lagi. Sama fyrirtækið fór yfir búnað þeirra allra. Úttekt var gerð eftir banaslys úti fyrir Patreksfirði í sumar. Skipin verða svipt haffærisskírteinum á miðnætti vegna ófullnægjandi frágangs björgunarbáta frá fyrirtækinu Skipavík. Samgöngustofa gerði úrtaksskoðanir á björgunarbátum frá fyrirtækinu og í ljós komu tilvik þar sem pökkun og frágangur var ekki ásættanlegur. Því voru allar skoðanir fyrirtæksins frá miðju síðasta ári ógildar. Og værum ekki að bregðast við að fella út haffæri eða afturkalla haffæri skipa nema við teldum öryggi ógnað og það er siglingur öryggi ógnað og teljum þar að það er áhætta sem við viljum ekki taka. Ástæðan fyrir því að Samgöngustofa hóf að skoða gummibátana var vegna ábendingar sem barst vegna rannsóknar á banaslysi í Patreksfirði í sumar. Þetta staðfestir upplýsingafulltrúi Samgöngustofu. Magnús Þór Hafsteinsson, sjómaður og fyrrverandi þingmaður, lést þegar strandveiðibátur sem hann var á sökk úti fyrir Patreksfirði. Þetta er bara mjög alvarlegt fyrir okkur og fjölskyldur okkar ef það er ekki hægt að treysta á þann öryggisbúnað sem við erum með á borð. Það er fullt af eftirliti með þessu og við erum að borga fyrir skoðanir og svo reynast hann bara ekki í lagi og það eru 2 alvarleg sjóslys þar sem að björgunarbátar blésu bara ekki upp. Forsvarsmenn Skipavíkur skiluðu sjálfur inn starfsleyfinu eftir að málið kom upp. Er þá tilefni til að kæra þetta fyrirtæki sem sá þessu uppsetningu eða eftirlit fyrir vanrækslu? Sko við eigum bara eftir að skoða það og meta umfangið. Við erum að taka fjölda báta til skoðunar. Við munum meta í kjölfari hvað sælas er, umfangið og þess háttar. Vísbendingin er í það minnsta að það hefði mátt gera betur. Hvað veldur erum við ekki með á hreinu og þurfum bara að skoða það betur. Langflest skipin sem voru kyrrsett eða 86 eru minni bátar innan við 10 metra og flestir á Vesturlandi eða Vestfjörðum en Skipavík er í Stykkishólmi. Alls voru 18 þessara báta á sjó síðustu vikuna. Hvernig kemur þetta við ykkar félagsmenn? Þetta hefur nokkið stór áhrif eins og er vegna þess að strandveiðum er lokið og allir þessi bátar eru bundnir við bryggju og þar sem þeir eru við bryggju 97% ársins og fá ekki að róa en þeir hefðu mist veiðileyfið í strandveiði þá hefði það verið alveg skelfilegt sko að því að hver sólarhringur hver róður á sjó er 350 til 400.000 svona á því róli. Sjómenn sem fréttastofa ræddi við í dag sögðu óþægilegt hvað fyrirvaralaust þeir voru stöðvaðir en voru samt ánægðir með að öryggi þeirra væri í fyrirrúmi. Það er engin hluti á þessum bátum eða skipum að sigla núna og við erum að leggja til að þau fá ákveðinn forgang. Það er auðvitað möguleiki að þau fái aðra báta borð sem eru skoðaðir og geta þeir siglt áfram án þess að stoppa. Þannig það er bara að vera að leita þeirra leiða sem hægt er að fara á öruggan hátt. Á síðasta áratug hefur íslenskum ríkisborgurum sem fá örorku eða endurhæfingarlífeyri fjölgað 25%. Aukning í örorku hjá eldri hópum var undir 10% en hún var mun meiri hjá yngri aldurshópunum. Örorka jókst tæp 14% hjá 18 til 29 ára og hjá 30 til 39 ára og 40 til 49 ára var aukningin rúm 20%. En hvað skýrir þessa þróun hjá unga fólkinu? Sennilega er það þannig að algengi geðraskana hjá þeim sem eru örorku og endurhæfingarlífeyri hefur aukist og það er þá helst þessar algengu geðraskanir eins og kvíði, þunglyndi, einnig spilar eflaust eitthvað inn í ódæmigerð einhverfa þar sem að hlutfallið er auðvitað talsvert lægra
Svo það þannig að ég hugsa að ungt fólk leiti sér meira aðstoðar út af geðrænan vanda en það gerði áður fyrr. Og þegar það eru konar greiningar þá líka svona aðgengi að tryggingakerfinu. Svo það þannig að það auðvitað gríðarlega mikilvægt að hafa vinnu upp á geðheilsuna og það held ég að flesti þekkja. Oddur hefur líka bent á að fjárhagslegir hvatar geta haft áhrif á hvort fólk snýr aftur til vinnu. Þeir sem voru í fullri vinnu í 2 ár fyrir veikindi eiga rétt á alltaf 72% af tekjum frá sínum lífeyrissjóði, auk greiðsluna frá TR. Og þegar maður leggur þetta tvennt saman að þá kemur í ljós að einstaklingar sem að voru með atvinnutekjur svona í kringum 900.000 að þeir hafa ekki fjárhagslegan hvata til að snúa aftur til vinnu sem getur verið óheppilegt. Ég gæti til dæmis verið með einstakling í endurhæfingu sem að hefur mikinn áhuga á að vinna, kannski ekki alveg búin að ná sér af veikindunum, ekkert alveg öruggur að hann geti þetta og muni ráða við þetta og svo kemur í ljós að hann græðir ekkert fjárhagslega að fara aftur í vinnu og þá þetta stóreykur það líkunnar að viðkomandi endi á örorku. Einnig sé mikilvægt að grípa eins snemma og mögulegt inn í veikindi fólks, að starfsfólk haldi sambandi við atvinnurekanda og snúi aftur eins fljótt og hægt Þá jafnvel í hlutavinnu, ef einhver dettur út af veikindum, byrja aftur 20-40% svona læra hlutfalli og auðvitað verður maður biðla líka til atvinnurekanda að vera tilbúin að hjálpa fólki að komast aftur smá saman af stað, að það getur verið erfitt að byrja aftur í fullri vinnu þegar fólk hefur verið veikt í einhver tíma. Grípa þarf fólk fyrr í veikindum til að fyrirbyggja það detti út af vinnumarkaði. Rannsóknir sýna að þetta lykilatriði. Þetta benda samtök atvinnulífsins á. Annars staðar á Norðurlöndum sé fyrirfram ákveðið kerfi sem miðar að því að koma starfsmanni í veikindaleyfi sem fyrst aftur til starfa. Hér á landi getur fólk verið í veikindaleyfi svo mánuðum skiptir á nokkur stuðnings eða meðhöndlunar. Þegar við tökum bara dæmi eins og til dæmis Danmörk og Noregur að það að þannig eftir 1 mánuð af veikindum að þá ber atvinnurekanda, starfsmanni og lækni að setjast niður og gera svokallaða endurkomu áætlun þar sem að starfsmaður metur hvað hann getur gert til að flýta fyrir bata, atvinnurekandi og lækni einnig og það þá tímasett áætlun þar sem þá markvisst fyrir að vinna í því að reyna að koma starfsmannum sem fyrst aftur til starfa og það leggjast á allir á plóginn í þessari vinnu. Og þarna munar talsverðu á ferlinu hér á landi og í löndunum í kringum okkur. Helsta úrræði hér á landi virk sem valkvætt og oft talsverður tími liðinn þar til fólk leitar þangað. Ég sé fyrir mér að með svona markvissara hætti að þá getum við náð niður veikindafjarvistum og dregið sem náttúrulega mikilvægast úr því að einstaklingar séu að detta utan vinnumarkaðar. Eins og ég segi, allar rannsóknir sýna eftir því sem við grípum fyrr inn með skipulagðar og markvissara hætti að því betri árangur getur nást. Út í heim, spjall þáttastjórnandinn Jimmy Kimmel fékk liðstyrk frá kollegum sínum á öðrum stöðum í gærkvöld en þáttur hans var tekinn af dagskrá vegna ummæla morðið á Charlie Kirk. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir hugsanlegt að þær sjónvarpsstöðvar sem séu á mótunum missi útsendingaleyfið. Donald Trump tjáði sig í gær brottrekstur spjallþáttastjórnandans Jimmy Kimmel af ABC sjónvarpsstöðinni. Hann sagðist hafa lesið að sjónvarpsstöðvar væru 97% á móti honum. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It will be up to Brendan Carr. Carr stjórnarformaður fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna og mikill stuðningsmaður Trumps. Hann hafði gagnrýnt ummæli Kimmels morðið á Charlie Kirk harðlega og kom svo með hótun. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or there's going to be additional work for the FCC ahead. Skömmu eftir þessi ummæli var þáttur Kimmels tekinn af dagskrá og aðrir spjallþáttastjórnendur brugðust við því í þáttum sínum á sinn hátt í gærkvöld. We have another fun, hilarious, administration compliant show. ABC yanked Kimmel off the air indefinitely. That is blatant censorship. I do know Jimmy Kimmel, and he's a decent, funny, and loving guy, and I hope he comes back. Hallgrímur, það var fleiri lýst yfir stuðningi við Jimmy Kimmel, ekki satt? Jú, og stuðningurinn hefur komið frá ýmsum áttum. Meðal annars hefur hann komið frá Barack Obama, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, frá ríkisstjórunum Gavin Newsom og Josh Shapiro sem eru demokratar
Og líka þekktir Hollywood-leikarar, til dæmis Ben Stiller, Gene Smart og Kathy Griffin og Rosie O'Donnell líka. Síðan hafa fyrrverandi stjórnendur spjallþátta eins og David Letterman og Jay Leno líka lýst yfir stuðningi við hann. Jimmy Kimmel þetta vinsæll sjónvarpsmaður, hvað segir almenningur? Já, það voru mótmæli býsna víða í gærkvöld gegn þessum brottrekstri, meðal annars bæði við myndverð þáttarans í Hollywood og við höfuðstöðvar ABC sjónvarpsstöðvarinnar í New York og á fleiri stöðum. Mótmælendur töldu margir hverjir að töluðum að þarna væri Trump að færa Bandaríkin í átt að einhvers konar fasisma og ABC var líka gagnrýnd af mótmælendur fyrir að í raun og veru hjálpa Trump við það með því að gefa eftir þessum hótunum sem var hann að lýsta á. En hvað með málfrelsið og fjölmiðlafrelsið í Bandaríkjum? Það í hættu? Það hafa margir áhyggjur af því. Það sem svona fréttaskýrendur og sérfræðingar hafa talað um að þetta náttúrulega ekki í fyrsta sinn sem Trump eða stuðningsmenn hans hafa svona beint spjótum sínum að fjölmiðlum. Hingað til hafa fjölmiðlar náð að streitast á móti og halda sínu striki. Núna virðist það ekki vera að gerast og dæmin eru fleiri en þessi brottrekstur Jimmy Kimmel. CBS ákvað að taka þátt Stephen Colbert sem við sáum hérna áðan af dagskrá næsta vor og báðir þessi fjölmiðlar CBS og NBC hafa gert sátt í dómsmálum sem Trump hefur höfðað gegn þeim og lögfræðingar töldu að sjónvarpsstöðvarnar væru mjög líklega til að vinna. Og svo þá hafa menn áhyggjur af því að þegar fjölmiðlar byrja að gefa eftir að þá verði bara áfram gengið á lagið. Reyndar gerist það í dag að dómstóll vísaði frá málsögum Trumps á hendur New York Times upp á 15 milljarða bandaríkjadala, þannig að einhverjir eru að streitast á móti. En ég ræddi núna síðdegis við Margrétu Írglóu tónlistamann. Hún hefur verið á tónleikaferðalagi Bandaríkin og hún átti að koma fram í þætti Jimmy Kimmel núna í vikunni. Og hún segir morðið á Charlie Kirk sem átti sér stað bara fljótlega eftir að hún kom hafa breytt umræðinni töluvert í Bandaríkjunum. Það eins og það var tekið sem svona afsökun til að í raun og veru grípa meira vald og þagna í fólki sem, þú veist, eru að segja svona hlutir sem á pólitískri háð eru ekki í lagi samkvæmt Trump administration, þannig að það var pottið svolítið mikið gripi inn þarna, þú veist, tekið þetta sem svona ástæðu fyrir. Þannig að fólk að upplifa hluti sem þú veist hafa örugglega aldrei upplifað áður í Bandaríkjunum eða í sögu Bandaríkjanna og bara erfitt að trúa því í raun og veru að það sé að gerast, þú veist. Allt í einu þetta bara manneska á móti mannesku og þú veist allir eru að gera sig óvinni og maður er farin að passa sig, þú veist hvað maður segir á opinberu stöðum eins og þú veist í leigubíl eða þú veist kaffihús og sérstaklega á sviði, þú veist við erum mjög mikið svona meðvituð það, þú veist, við þurfum að passa okkur hvað við segjum og helst bara ekki segja neitt pólitískt. Það gæti verið cancela sjóið okkar næst, þú veist. Þannig að mjög skrítið að vera hér og þú veist, ég á eiginlega bara 10 daga eftir að viku eftir og ég verð mjög glöð að koma hérðan til að segja satt. Það er mjög sorglegt og það er frábært tækifæri að geta verið hér og spila sérstaklega núna í kvöld erum við at the Greek, þú veist, það er magna að geta fengið þetta tækifæri yfir höfuð en það er orðið smá svona bara pínu stressaður að vera hér yfir höfuð. Hingað heim. Brögður að því að óprúttnir aðilar svíki fé af umsækjendum alþjóðlega vernd með því að selja þeim ýmsar upplýsingar Ísland sem eru öllum aðgengilegar ókeypis á netinu. Talsmaður Rauða krossins segir spilað á óöryggi fólks. Umsækjendur alþjóðlega vernd eiga minni kosta opinberri lögfræðiþjónustu eftir að mannréttindaskrifstofan var lögð niður og mannréttindastofnun kom í staðinn. Margir í þessum hópi þekkja lítið til íslensk samfélags og þörfin fyrir lögfræðiaðstoð er mikil að sögn talsmanns Rauða krossins sem segir mörg dæmum að fólk sé gynt til að borga fyrir rangar upplýsingar. Það er alls kyns sögusagnir hvað er rétt og rangt og það getur spilað inn í vanlíðan fólks og öryggi á allan hátt. Það getur verið einhverju sem að gefa sig út fyrir að taka að sér einhver verkefni í kringu það að útvega dvalarleyfi eða hjálpa til við fjölskyldusamningar eða útvega gögn sem að þarf til og oft er verið að hafa fólk að fjöð og ekki veita réttar upplýsingar.
Þetta Íslendingar eða útlendingar sem að bjóða fram þessa þjónustu? Ég held að sé allavega. Nína segist ekki að orðið vör við að þessi þjónusta sé auglýst á netinu. Ég held að orðið berist bara milli fólks. Hefur fólk leitað til ykkar sem hefur fengið rangar upplýsingar á þennan hátt? Það alltaf að koma upp aftur og aftur og ég held að allir aðilar sem að vinna með til dæmis flóttafólki og almennt innflytjendum reki sig á það. Getur nefnt dæmi rangar upplýsingar sem fólk hefur fengið? Það allavega í sambandi við sifjamál og skilnaðarmál og réttindi við börnum og mæður af erlendum uppruna sem í þeirri stöðu að þeim talið trúum að þau fá ekki að halda börnunum eða ef þau skilja við mannin sinn eða hafa ekki lengur rétt á að vera á landinu og svo framvegis. Það allskyns mál sem hafa komið upp. Ný rannsókn sýnir svo ekki verður villst að jörðin Hraun við Grindavík var komin í ábúð fyrir 1226. Fornleifafræðingur segir mikilvægt að rannsaka þetta frekar í ljósi þess að hætt á að jörðin fari undir hraun. Það sama á við marga staði á Reykjanesskaga. Fornminjasjóður veitti styrk til könnunar á jörðinni Hrauni við Grindavík. Talið að bænhús hafi stað á þessum slóðum í fyrndinni og ætlunin var að reyna að finna það sem á mörk bæjarstæðisins og jafnvel kirkjugarð. Fornleifafræðingar eru komnir niður á gamlar minjar þótt bænhúsið hafi ekki fundist, svo að vita sé. Ekki enn ljóst hvað þarna stóð. Það elstu sem við finnum hérna eru frá því fyrir 1226. Við sjáum það á, sem þú segir, gjóskulagi sem liggur yfir þessum hleðslum og þá getum við staðfest að þær eru þá eldri en það. Og síðan eru yngri minni líka sem eru þá ofan á þessum minnum sem þarf þá að rannsaka fyrst. Er þetta í fyrsta sinn sem staðfest að hér hafi verið eitthvað fyrir 1226? Já, heimildir hennar stað fornar eru rýrar á Hrauni, en það er vita að það var mikil byggð hérna í Grindavík og í kring, en Hraun svo sem ekki mikið nefnt í fornum heimildum, þannig að þetta er fyrsta staðfesting á því. Svartabreiðaröndin er öskulag frá 1226, þá gaus í sjó við Eldey og var hluti af Reykjaneseldum. Hermann segir að þetta sé nokkuð þykkt öskulag með við það sem sést oft í jarðlagaransóknum, eins og við að búast gís í sjó eða undir jökli. Allir munir sem hafa enn sem komið fundist eru úr yngri jarðlögum frá 19. öld, en ekkert úr því elsta nema einstaka dýrabein. Ekki heldur ljóst hvaða eða hverslags mannvirki fornleifafræðingarnir komu niður á. Rannsókn á vettvangi lokið í bili og þá hefst úrvinnsla gagna. Vonast til að hægt verði að halda áfram næsta vor, því jörðin Hraun talin hafa sögulega og menningarlega þýðingu fyrir bæjarfélagi Grindavík. Ógn stendur af Reykjaneseldum hinum 9, eins og sjá má á þessari mynd, rann hrauntunga í gosi í mars í fyrra meðfram varnargarðinu við Grindavík í 8 hrauni. Hermann segir mikilvægt að rannsaka svæðið betur í ljósi aðstæðna. Já, ég held það og reynir allt Reykjanesið þannig séð á hættusvæði í dag þannig og hérna eru kannski í eru mesta hættusvæðinu. Þannig ég tel að það sé mjög brýnt að rannsaka bæði hérna og annars þar í kring. Þúsundir þurftu að flýja heimili sín í miðborg Berlínar vegna sprengju frá seinni heimsstyrjöldinni sem fannst í hverfinu. Aufgrund des Fundes einer Weltkriegsbombe und damit verbundenen Räumungsmaßnahmen muss ich Sie bitten, diesen Bereich zu verlassen. Þessi skilaboð hljómuðu allt í miðborg Berlínar í gærkvöld. Þá hafði sprengja uppgötvast í ánni Spree við byggingaframkvæmdina Refisjerssundi. Allar byggingar í 500 metra radíus frá sprengjunni voru rýmdar, en skammt utan þess svæðis eru mörg af þekktustu kennileitum borgarinnar. 10.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Það voru bátsferðir ána stöðvaðar auk neðanjarðarlestar sem fer þar Rauði krossinn sá flutning fólksins til ráðhús Mittekverfis við Karl Marx götu. Flestir höfðust við þar eða í nærliggjandi skóla þangað til snemma í morgun þegar kafarar höfðu rannsakað sprengjuna. Es handelt sich eine ungefährliche Brandbombe. Daher freuen wir uns, den Bewohnerinnen und Bewohnern und allen Berlinern hier mitteilen zu können, dass keine Gefahr mehr besteht. Sprengjan var á 4 metra dýpi og þakin drullu og slími sem torveldaði skoðun á henni. Rýmingin ein sú mesta í Berlín á síðari árum. Hún verður þó líklega ekki sú síðasta, það sem talið líklegt að ósprungnar sprengjur frá seinni heimsstyrjöldinni liggi víða.
Rafmagn og netsamband gegna stóru hlutverki í rekstri matvöruverslana í nútímasamfélagi. Fyrirtækið Salling Group sem rekur fjölda matvöruverslana í Danmörku vinnur að því að breyta 50 búðum þannig að hægt verði að hafa þær opnar í að minnsta kosti 2 daga án rafmagnstengingar og netsambands. Lagerinn verður stækkaður og byrður upp af vatnsflöskum og dósamat. Stefnt að því að verkinu ljúki 2028. Fyrirtækið rekur meðal annars verslanirnar Bilka, Fötex og Netto. Ambitionen egentlig at sikre, at man kan handle som normalt, selv hvis det viser sig, at strømmen gået, eller der et cyberangreb eller andet, som gør, at vi ikke har adgang til internettet i et par dage. Selvfølgelig har vi stadigvæk mange ting derhjemme, man kan bruge, men der garanteret noget, man ikke har. Og så det altid rart, at man kan gå her sådan et sted. Nå, okay, det rart at vide, at jeg har en meget stor, velassorteret butik meget tæt på, som vi vil kunne tage til, ikke? Íslenska gámafélagið hefur tekið í notkun gervigreindarvélmennin Sebastian, Róbert og Sæmund sem sinna munu flokkun með mikilli nákvæmni. Tækin kosta milljarð króna. Þetta eru vélmennin sem Íslenska gámafélagið tók í notkun í fyrsta sinn í dag. Þau læra að greina og aðskilja endurvinnanlega efni og flokka síðan alltaf 28 hluti á mínútu í 12 mismunandi flokka allan sólarhringinn. Gervigreindi breytti öllu. Ég hef fylgst með róbótum í mörg ár og þeir eru að vera mjög klunnalegir og erfitt að nota róbóta í svona flokkun vegna þess að þetta er svo fjölbreytt vara í raunverulega sem kemur á færibandi að þú þurftir alltaf að forrita alla hluti. Hingað til hefur mannshöndina þurft til en þeir sem sinnt hafa þessari flokkun fá önnur verkefni hjá fyrirtækinu. Árangurinn sá að erum að vonast til þess að 90% af því hráefni sem kemur inn fari í einhvers konar endurvinnslu eða endurnýtingu. En áður var það í kringum 60%. Vélmennin Sebastian, Róbert og Sæmundur voru kynnt til leiks með viðhöfn í dag. Þetta er auðvitað magnað hvernig tæknin getur hjálpa okkur að búa til verðmæti úr rusli. Við þurfum auðvitað að efla hringrásarhagkerfið, auðvitað þyrftum við að draga meira á neyslunni en minnst okkur er mjög gott að geta nota vélmenni og gervimenni til þess að vinna óþrifalega flókna erfiða vinnu til þess að búa til verðmæti úr rusli. Út frá þessu verður til ný flokkunarlína. Glerumbúðum er umbreytt í sand sem nýtist aftur, meðal annars í byggingarefni. Frauðplast er hakkað og flutt úr landi til endurvinnslu og kaffihylki eru tætt niður og innihaldsefnin aðskilin. Fyrirtækið hefur þegar endurunnið 200 tonn af kaffihylkjum. Þetta er vissulega verkefni sem engin annar hefur farið í. Og verkefnið kostar skildingin. Húsið hérna eins og það er komið núna er svona rétt yfir milljarð. Það er 1000 milljónir sem liggja hér, þannig að það er eitthvað virki. Ný göngu- og hjólabrú yfir Sæbraut í Reykjavík var formlega tekin í notkun í dag. Það voru 4. bekkingar í Vogaskóla sem klipptu á borðann en hún nýtist mörgum þeirra vel sem þurfa að fara úr nýju Vogabyggðinu og í skólan. Brúin er aðeins tímabundin lausn en hún stendur þar til framkvæmdir við Sæbrautarstokk hefjast. Þá verður hún sett upp á nýjum stað og meðan framkvæmdir standa yfir. Kostnaður við brúna var 600 milljónir króna. Það er bannað að sturta plasti í klósettið. Þetta og fleira lærðu nemendur í grunnskóla Bolungarvíkur í vikunni þegar þau fengu að gægjast undir yfirborð sjávar í Bolungarvíkurhöfn. Piss, kúkur, klósett, pappír. Piss, kúkur, klósett, pappír. Nemendur í 7. og 7. bekk í grunnskóla Bolungarvíkur stóðu skólvakt í höfninni ásamt fólki frá Háskólasetri Vestfjarða. Krakkarnir fengu að stýra neðansjávar dróna til að sjá hvað verður það sem sturtaði niður í klósettið. Við vorum að sjá hvað er undir vatninu, hvernig lítur út, allt inn í þeir. Eru búin að sjá hvað raust? Já, það var svona úr bátunum. Það var kúkur þarna, það var klósettpappír. Hvað fer í klósettið? Það tók smá stund að læra á drónan og á meðan fóru kennararnir yfir hverjum á sturta niður í klósettið og hvaða áhrif það hefur á lífríkið. Við erum að pröfa svona að sjá þetta núna og sjá hvað er hún í sjónum og hvað á að fara í klósett? Skíturinn og bindi og klósettpappírinn. Hvað má alls ekki fara í klósettið? Plast. Hvað er þarna? Sand og eitthvað drasl, ég held. Ó, fiskur! Það var fiskur hér. Við sáum líka fiskur. Vesalings fiskarnir, segjum við bara. Þá að veðri. Hæð yfir Grænlandi og lægðarsvæði austur af landinu
beina enn til okkar svalri norðanátt en í dag hefur norðanáttin verið fremur stíf, einkum austast á landinu. Það dregur víða úr vindi á morgun en austanlands blæs enn framundir kvöld. Það hafa verið skúrir eða él á norður- og austurlandi í dag en þar styttir upp á morgun og verður væntanlega bjart veður víða land. Það eru líkur á vægu frosti í nótt og síðan verða hitatölurnar á morgun svipaðar eða örlítið hærri en í dag. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Erna Sóley Gunnarsdóttir kúluvarpari verður þriðji og síðasti íslenski keppandinn til að stíga á stokka á HM í frjálsum í Tókíó í nótt. Hún stefnir á að sýna hvað í henni býr. Heimsmeistarar voru meðal annars krýndir í 200 metra hlaupi á mótinu í dag og þá urðu nokkuð óvænt úrslit í 400 metra grindarhlaupi karla. Og skautaparið Júlía Silvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza keppa á síðasta úrtökumótinu fyrir vetrarólympíuleikana helgina. Þau eru fyrst til þess að keppa í parakeppni á listskautum fyrir Íslands hönd. Ekki viss á íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa frétta. 120 skip voru kyrrsett eftir að í ljós kom að björgunarbúnaður virkaði ekki sem skyldi. Formaður Smábátafélags Hafnarfjarðar segir mjög alvarlegt ef ekki er hægt að treysta á búnaðinn. Þeim sem fá örorku eða endurhæfingarlífeyri hefur fjölgað fjórðung á 10 árum. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að grípa snemma inn í veikindi fólks til að auðvelda því að snúa aftur til vinnu. Bandaríkjaforseti segir að kannski eigi sjónvarpsstöðvar sem tali gegn honum að missa útsendingarleyfið. Brottrekstur spjallþáttastjórnandans Jimmy Kimmel hefur vakið harða gagnrýni starfsbræðrans. Umsækjendur alþjóðlega vernd hafa minni aðgang að lögfræðiþjónustu en áður. Óprúttnir aðilar sjá sér leik á borði og selja þeim vafasamar upplýsingar. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn, það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Endaskipti, Changing Ends. Breskir gamanþættir byggðir á minningum